Sæl og blessuð, velkomin í Rauðan raunveruleika. Í dag erum við með Trausta Breiðfirði Magnússyni og Ægi Mána Bjarnasyni. Við ætlum að fjalla aðeins fréttir dagsins, atburði liðinnar viku, umræðuna fasista á Twitter og fleira. En fyrst þá var að berast frétt núna áðan að Efling var með aðgerð í Kringlunni. Við erum með myndaðum frá MBL. Þau voru að mótmæla fyrir utan Finnsson, veitingastæður þar sem staðfest verið að setja verkafólk á kjarasamning gervi stéttarfélagsins virðingar. Sólveig sagði í viðtali við MBL að þetta var einn af fáum stöðum sem hefur ekki svarað Eflingu varðandi það að taka ekki þátt í þessu og virðast ætla að reyna á þetta, þannig að þau mæta þarna fyrir utan og láta finna fyrir sér. Enda er þetta stéttarfélag, svokallað stéttarfélag, skipulagt og rekið af atvinnurekendum, þannig á þetta náttúrulega ekki virka og kjarasamningurinn er 50.000 króna launahækkun á grunnlaunum hjá þessu fólki. Hvernig líst ykkur á þessa aðgerð hjá Eflingu? Er þetta rétt gert hjá þeim að mæta hana fyrir utan? Bara mjög flott sko, þetta er bara alveg róttæk aðgerð. Bara styð það. Já, þetta er bara mjög gott að sjá þetta sko. Já. Ég held að muni skila árangri. Allt sem Efling hefur gert hefur skilað árangri hingað til eftir að Sólveig Anna tók við, þannig að ég held að muni bara ganga vel hjá þeim. Það er ekki endilega öll stéttarfélög sem myndu grípa til slíkra aðgerða, en þetta er búið að skila sínu að kannski þessir atvinnurekendur sem hafa verið að skipuleggja þetta eru helstar en að vona að þetta fari gegn svona á ákveðnu meðvitundarleysi, að verkafólki sé að skrifa undir þessa samninga á þess að átta sig á því almennilega hvað er að gerast. Og þetta er að skila sínu, enda þegar almenningur fær vitneskju hvað er í gangi, að þá náttúrulega augljóslega sér það hvað er rangt við þetta. Atvinnurekendur skipuleggja ekki stéttarfélög. Já, en alltaf verið að grafa undan réttindum, eða reyna að grafa undan réttindum okkar og veist, ég meina að það bara lögregluna hafi verið kölluð til er líka alveg upp að sitt sko, veist, frekar fjárlegt sko. Eins og þú segir, stéttarfélag. Það var ekki allir ánægðir með þetta, Trausti. Þú sýndir okkur tweet við fáum mynd nummer 2 að hún Sigríður Á Andersen var að tweeta þetta. Hún segir að Sólveig Anna stendur nú í Kringlunni og öskrar ókvæðis orðum að eigenda veitingahúseigenda sem á að hafa skráð starfsmann í annað verkalýðsfélag en Eflingu. Starfsmaðurinn heima í Eflingu gargar Sólveig, segir Sigríður Á Andersen. Og svo er eitthvað eins meira þarna en þetta er eitthvað svona röfl. Ég var bara glaður að sjá þetta í rauninni því að hún var að vekja athygli á þessu. Ég hafði ekki heyrt á þessu fyrir en hún kom með þetta sko. Þá fór eins að kynna mér þetta og já, áhugavert, takk bara, vákvæðan er kúl að fara þarna og bara gera þetta því að þetta sé maður aldrei á Íslandi. Þú veist að verkalýðsfélög séu að fara þessa leið. Þetta er kannski það sem tíðkaðist áður fyrir þegar verkalýðsfélögin voru að fæðast og fólk fór í harðar aðgerðir til að ná sínu fram og reynslan sýnir að það er eina leiðin til þess að ná einhverju fram er að fara í svona aðgerðir. En bara takk Sigríður Andersen fyrir að vekja athygli á þessu og bara gaman að það var allt í áhuga líka á málefnum starfsmanna og ég held að sé önnur mynd sem sýnir sko allan statusinn sem hún var með og þá fer hann einmitt að tala sko ég held að voru ekki búin að setja inn. Nei, við erum ekki með alla færsluna en hún Sigríður Á Andersen gagnrýnir þetta á þá vega að Efling sko vil ekki samkeppni á meðal stéttarfélaga, að Efling sko þoli ekki það að sé annað stéttarfélag sem er að keppa verkafólk, en þetta er stéttarfélag sem er skipulagt af atvinnurekendum. Það er ekkert starfsfólk sem er að skipuleggja þetta stéttarfélag. Já, hún hefur bara sýnt málinu verkalýðsins áhuga þegar kemur að því sko að grafa undan verkalýðsfélögunum. Þá allt í hennu hefur hún og hvað með frelsi fólks til að velja sér verkalýðsfélag? Hvað með frelsi fólks til að vera í einhverju verkalýðsfélagi sem er samt ekki verkalýðsfélag? Því það er búið margsýna fram að það eru atvinnurekendurnir sjálfur sem eru á baku það, þannig að þetta er í rauninni brot á lögum. Þú veist, ég sé ekki hvernig það getur verið annað. Það var líka sko, þú veist, ef þetta var eitthvað samkenni á milli stéttarfélaga bara hljóma fáralega, eða veist, út af því að auðvitað er fólk sem að sér þetta á mjög svona einkarekinn hátt
og kannski í einhverjum hagnað en ég meina, þú veist, verkalýðsbaráttan ekki að vera snúast þú veist, hver með besta verkafélagið svona hagstæðilega að sé sko, þú veist, það er frekar að vera innan fyrir verkalýðin, þú veist, sem að Sólveig Anna að gera. Að skipuleggja verkafólkið sjálft í sinni eigin hagsmunabaráttu einmitt, það ekki að fara að gerast þegar atvinnurekendur eru að gera samninga við sjálfa sig og sést líka á þessum kjarasamningi virðingar að þú veist, Efling tók það saman og sýndi fram á að þetta er bara launalækkun upp á 50.000 krónur á mánuði fyrir svona almennan starfsmann. Laugadagar eru ekki með auknu álagi, þeir eru bara eins og venjulegi dagar á þessum samning. Dagvinnukaupið er bara allalega upp sko, til klukkan 8 á kvöldin. Þú veist, þetta er bara gríðarlega afturför í réttindum verkafólks og svo látaði eins og þetta sé annað stéttarfélag sem Efling sé ósatt við að því þau eru að taka iðgjöld af þeim eða eitthvað eins og þetta snúist það. Það er bara falskt verkafélag sko. Og bara verið að nota verkalýðsbaráttuna sem einhvern skjöld fyrir einkarekstri og bara, þú veist, og að bara taka, þú veist, fjármagnið af verkafólki, skilur, þetta er ekkert í lagi. Nei, já, þetta var vel gert hjá Eflingu, við erum ánægð með þau. Svona beinar aðgerðir virka þegar verkafólki sjálft tekur völdin í sínar eigin hendur. Það er að segja að mættu fleiri verkalýðsfélög taka sér til fyrirmyndar. Það er nú ekki langt síðan að Play fór og gerði þetta líka með sitt starfsfólk, þvingað til þess að vera ekki í öðru verkalýðsfélagi, man nú ekki hvað það heitir, Flugfreyjufélag Íslands kannski eða eitthvað svoleiðis. Þvingaði það til að fara í de facto sitt stéttarfélag sem að þau eru að reka sjálf með miklu lægri kjörum og þá það var ekki gripið til neitt aðgerða, það var frekar sendur út kannski yfirlýsingar og ASÍ var ekki ánægt með þróunin en svo ekkert gert. Já. Og vonandi læri fólk það núna að það þarf að fara í aðgerðir, það þarf að fara í hart, það þarf að vekja athygli á aðstæðum, ekki bara með orðasendingum heldur líka með aðgerðum og ég held að Efling sé bara alltaf að sýna að þeirra aðferðafræði er að virka. Ég held að þetta gerfi flugfreyjufélag sé einmitt ennþá í gangi og þetta sýnir bara fram á einmitt og það þýðir ekkert að reyna að biðla til svona betri vitundar atvinnurekenda þeirra sem að skipuleggja atvinnurekendur. Það verður bara að beita þeim aðgerðum þannig að þau finni fyrir því að það séu afleiðingar þegar þau reyna að svíkja svona á réttindum og svína á réttindum verkafólks að þau verða bara að finna fyrir ykkur og þess vegna þaðan kemur verkalýðshreyfingin að geta skipulagt sér saman, farið í verkföll og þannig og þannig ná okkar fram þau gefa okkur ekkert sko aðeins að við getum krafist ykkur og sagt eitthvað að sagt ef þið gera þetta þá gerum við þetta að við séum eitthvað svona vald þá getum notað valdbeitingu til þess að ná okkar fram en við ætlum aðeins að tala líka Twitter fasistana, eða X eins og það kallast núna þetta því að Elon Musk keypti Twitter, skýrði það X, sagðist alltaf að stoppa alla ritskoðun sem tryggja tjáningafrelsi og það var nú alveg einhver ritskoðun í gangi þarna á Twitter fyrir en það er látið eins og hann sé búinn að frelsa fjölmiðlinn eða samfélagsmiðlinn og nú sé engin ritskoðun og ekkert leynimakk í gangi en það er klárlega ekki í gangi að við ekki fylgi ég Elon Musk á Twitter en hann er alltaf að koma upp hjá mér á Twitter. Ég blokkaði hann. Þú blokkaði hann? Maður heyrst að það sé eina leiðin til að losna við hann sko. Þó maður segir bara not interested þá kemur hann alltaf aftur sko. Hann er meira sko pirrandi en þú gafst aldrei eitt tóm út af MySpace og það var eitthvað svona fakt að þetta er svona þannig kannski. Já, það er eitthvað svona bak við þetta, hann vill vera nýji samfélagsmiðla hetjan eða eitthvað, ætlar að vinna Zuckerberg og þeir fara í eitthvað svona toxic masculinity keppni sko. Mér er bókstaflega bara búið að með bregður það sem er búið að gerast svona eftir áramót, þá er eins og Musk hafi farið í eitthvað svona stigmögnun á þessari fasísku orðræðu sem hann er búin að vera að stíga inn í og nú er hann byrjað að deila frá Tommy Robinson sem er fasisti í Bretlandi og haldaði fram að það séu sko innflytjendur, arabar, fólk frá Afríku sem er bara í skipulögum nauðgunarherferðum og guð má vita hvað sko. Ég var eiginlega sko Piers Morgan er fáti en ég var samt alveg ánægður með að hann tók Jordan Peterson með þetta Tommy Robinson kjaftaði sko. Nú hvað það? Ég mætti í Jordan Peterson var að tala þekkja náttúrulega ekkert breskan veruleik skilur og hann var bara eitthvað svona að segja bara nei, Tommy Robinson er glæpamaður hann situr ekki inni út af því að hann var eitthvað að tala gegn þessu bara út af að hann var að stalkera einhverjum írana og
Þú veist, fáu sinnum sem maður sér hann Pierce gera eitthvað svona, en hann alltaf algjör hérna svona stífulega sleikja, sko. Og það var í Breitlandi að það var ógeðslegt mál það sem voru nokkrir pakistanskir menn sem voru búin að vera að skipuleggja svona nauðganir og auðvitað að sækja slíkt til saka og svona en þegar þetta kemur í ljós að þá fara, þú veist, Elon Musk og Tommy Robinson og fleiri og espa þetta upp og láta eins og þetta sé sko á ábyrgð allra innflytjenda og flótta manna og svo framvegis og að enginn vilji gera neitt í þessu og að frjálslynda fólki og vinstra fólki sé að styðja þetta og fela þetta og svona þegar það eru þetta vinstri sinnaðara fólki sem að berjast gegn kynferðisofbeldismenningunni. Þau eru að tala fyrir harðari löggjöf varandi þau málefni og þetta lið núna á Twitter sem er brjálað yfir þessu það gerir það ekki, það styður ekki úrbætur á kerfinu það vill í rauninni bara eitthvað svona kristna útgáfu af nákvæmlega þessu, skilur við kristna vestræna sko útgáfu í rauninni eitthvað svona evangelikal sionismi eitthvað. Svo kom þetta náttúrulega stutt eftir að Elon Musk þrýsti á Trump-stjórnina að koma í gegn eða samþykkja að uppfæra hvað var umdeilda innflytjendalöggjöf sem gerði að verkum að það verið að fara að fjölga indverskum innflytjendum sem eru sérhæðir í forritun og tölvuþekkingu og svoleiðis og þá var svona beysið hjá Trump sem að mjög stór hluta til hvítir svona blue collar og líka white collar verkafólk sem að kannski þá að fara að missa vinnuna og það var brjálað út í Musk og Trump fyrir að hafa samþykkt þetta og bara hvað er í gangi þeir að taka störfin á okkur og maður skilur þetta alveg, þú veist þetta náttúrulega sem að fólk eins og Musk og auðstættin gerir, það vill flytja inn vinnuafl til þess að halda launum niðri en það sem að gerir síðan er að Musk fer þá bara nokkru dögum seinna í þess að hey, grooming gangs, tölum við það frekar og þá bara gleyma þess allir og hann getur mótað líka bara alla umræðu í gegnum hennar miðla því algoritmin er bara einhvern veginn fixaður á hann sko, svo er hann örugglega með fullt af bottum að læka sig og þú veist, þannig að hann þetta er eiginlega svona fyrsta skiptir sem við sjáum eitthvað svona auðjöfur bara taka yfir samfélagsmiðl og bara byrja að móta umræðan út allan heim og núna í Þýskalandi sko. Nú er hann að reyna að fara að koma AfD til valda sem er nýnasistaflokkur vilja bara mjög margir segja en svo kom einhver umræða þar núna nýlega að leiðtogi AfD mynd nummer 6 já, hún vildi meina að nasistar hafi verið kommunistar og Elon Musk tók undir það sem sagt en hérna er náttúrulega verið að svara því og verið að segja að afi hennar hafi verið dómari í einhvers konar dómsrétti í Þýskalandi nasismans og hann var nasisti, já það var líka annað tíst þarna sem að Elon Musk tekur sem sagt undir þessar athugasemdir hjá mynd 6-0 takk Já, þarna, þá er hann að segja að Hitler hafi verið kommunisti og hann leit á sjálfan sig sem sósíalista og hann hafi þjóðnýtt öll einkafélögin. Þetta er náttúrulega bara helber lygi og við erum með fleiri myndir sem benda á það hversu mikill þvættingur þessi málflutningur er. Ben Norton, blaðamaður og góðvinur þáttarins á mynd nummer 7, þá svaraði hann þessu og segir hérna vestrinu er stjórnað að heimsins heimskustu ólíkörkum, sko, auðjöfrum. Þýskaland nasismans einkavæddi iðnaði ríkiseign á skala sem hafi aldrei sést fyrir en núna aftur síðan með upprisu nýfrjálsíkjunnar seint á 8. áratugnum og hann segir Ben Norton að Hitler hafi raun sko fundið upp hugtakið einkavæðingu. Nasistarnir voru fjármagnaðir af kapitaliskum auðjöfrum og nasistarnir þjónustuðu þeirra hagsmunum síðan þeir komust til valda. Hitler var þjóðarmyrðandi andkommunisti sem hélt því fram að kommunismi væri samsæri gyðinga og reyndi að útrýma kommunistunum. Fyrsta fólki sem Hitler kastaði í fangelsi voru kommunistar. Og þarna er hann að vitni í rannsóknargrein. Sko, það sem er að gerast í rauninni er að, þú veist, gömlu nýlendu völdin eru svolítið svona að endurskrifa söguna. Ég meina Þjóðverjar eru búin að vera að endurskrifa söguna með því að setja sig í sambandi við Ísrael og þetta er náttúrulega bara, þetta er það sem er í gangi og fólk er
þú veist, margir ekki að sjá það en margir að sjá það og það þarf bara einhvern veginn að koma sér út þú veist, að leyfa þeim ekki að endurskrifa sögun okkar á þennan máta. En það mjög auðvelt að bara svara þessu. Við erum líka með mynd af fjöldafundi hjá nasistum þar sem slagorð. Mynd númer 11, takk. Þar sem að stendur bara skýrum stöfum marxistar eða marxismi verður að deyja svo að þjóðin geti endurfæðst. Þetta segja náttúrulega engir kommunistar af því að kommunistar eru marxistar. Kommunistar segja ekki að marxismi þurfa að deyja. Þetta alvöru ljósmynd frá alvöru fjöldafundi hjá nasistum. Það rétt að flokkurinn hét þjóðerni sósíalistaflokkur Þýskalands. Sósíalismin var náttúrulega bara... En það gleymist ofta að þetta var upphaflega sósíalistaflokkur og svo þegar kommunistar náðu vinsældum í Þýskalandi þá fóru nasistar að narra sósíalista yfir til sig með því að þykjast vera sósíalistar og lofuðu alls konar sósíaliskum hlutum í bland náttúrulega við útlendingaandúni sem við vorum með. Síðan þegar þeir fengu völdi þá snéru þeir við öllum þeim málum og eins og við komum inn á þá drápuður kommunista og ofsóttu þá og nasismin í rauninni aðalmarkmið nasisma andkommunismi og gyðingaandúð á sama tíma því að kommunistarnir eru þeir sem ógna auðstéttinni og á sama tíma þá þarftu líka að finna einhvern blóraböggul sem að almenningur getur kennt að ástandið sé slæmt vegna þess að kapitalið orðið svo sterkt og búið að arðræna svo mikið og ójöfnuðurinn orðið svo mikill þannig að svo að fólk sé ekki að benda á þinn augljósa blóraböggul í málunum sem auðstéttin, þá verður auðstéttin að benda á einhvern annan. Á þessum tíma var mikið af gyðingum í Evrópu og náttúrulega fordómar gegn gyðingum hefur verið árþúsundir í álfunni og þá fór að grassera svona þetta hatur og það gleymist líka oft að það voru auðmenn sem voru að fjármagna starfsemi nasista alveg bara mjög stíft á sín tíma, stórfyrirtæki mikil. Þannig að það að vera kommunistar auðvitað ekki nema þvættingur. Fá myndina niður og höfum líka í huga að þú veist kommunistar og hvað áttuð með kommunista þarna í þessu samhengi að það ekki endilega verið að tala náttúrulega einhverja sovjetmenn, þú veist oft þegar það sagt kommunistið og hugsa fólk Sovjetríkin en þú veist hvaðan kemur þetta hugtak að kommunista ávarpið sem var skrifað á 19. öld sameinlega af stórum verkalýðsfélögum í allri Evrópu og líka Bandaríkjunum og kommunismi snýst baráttuna fyrir jöfnuði og stéttalausu samfélagi þar sem raunverulegt lýðræði og nasistannir, fasistannir í víðara samhengi drápu alla kommunista og skipulaðar hreyfingar verkafólks sósíalista sem voru að ná raunverulega að beita sínu sameiginlega afli gegn ægivaldi auðjöfrana og þeir eru náttúrulega rísu fasistannir í kjölfar hrunsins mikla en í Evrópu þá var sósíalismi og kommunismi verkalýðsbarátta orðin töluvert öflug og vinsæl þannig að þegar kreppan kemur og kapitalistarnir vilja viðhalda sínum hagnaði áfram og til þess að gera það þyrftu þeir að setja kostnaðinn af kreppunni yfir á verkafólk. Já, sósíalisman. En út af sterkum sósíalisma, sterkum kommunisma, sterkum verkalýðshreyfingum og sósíaliskum hreyfingum þá gátu þeir það ekki. Þeir gátu það ekki öðvitað af því að verkafólki gat sagt bara nei. Þau gátu beitt sínu sameiginlega valdi til þess að stoppa þau. Þá tóku margir kapitalistar upp á þeim ráðum að fara að fjármagna Mussolini, nasistana, Franco og þessa skítala og koma þeim til valda og það með magnað að Hitler og Mussolini reyndu svona að þykjast vera sósíalistar af því þeir og margan hátt þetta kannski líkt með Trump í dag af því að þessi menn sögðust vera að berjast við kerfið og þeir sögðust vera að berjast fyrir verkalýðin en það var bara gabb og svo í raunin að þeir eru að vinna bara fyrir hinn allra ríkustu gegn almenningi og við erum að sjá nákvæmlega það sama með Trump. Mætti segja að kapitalistar hafi tekið sósíalisma og brandað hann einhvern veginn þannig að fólk alltaf fór að trúa að hann væri illur verkafólki. Bara allt í gabbi gert þess að komast til valda og svo ganga erinda þeirra sem höfðu verið að tryggja og koma þeim til valda. Og svona þetta bara, það er mjög góð bók eftir hann
Michael Parenti, sem heitir Black Shirts and Reds, Rational Fascism and the Overthrow of Communism, og hann segir Rational Fascism af því að hann talar sko að fasismin hafi verið svona hugmyndafræðilega kannski órökrétt svona irrational hugmyndafræði sem var samt að fela mjög, þú veist, rökrétta stéttarhagsmuni sem eru stéttarhagsmunir yfirstéttarinnar gagnvart verkafólkinu. Já, en þetta svona tekur samt, þú veist, þetta svona felur pínu auðstættina, skilur undir eitthvað, nei, þetta er utan aðkvæmdu, eða þetta er, þú veist, þetta er þú veist, þeir að koma inn í landið og þú veist, vera að drepa það eða eitthvað, skilur, þetta er bara svona verið að vekja á ótta einhvern veginn svona stýra liðinu með því. Einmitt. Og þetta er gjarnan auðvelt til miður að keyra á einhverju svona xenofóbíu eða ótta við hið framandi og þess áttar og halda þið fram að það séu einhverju óæskilegir innan samfélagsins sem eru í samsæri gegn almenningi eins og Hitler nastan töluðu gyðingana og þess áttar sko. En svo er alveg ótrúlegt að horfa á hvernig þetta er orðið núna á Twitter, að það er alveg allt morandi í svona nafnlausum aðgöngum sem eru bara bullandi fasískir og opinskátt segjast vera nasistar. Sumir samt, þú veist, undir kannski fölsku nafni en samt, þú veist. Já, þeir þóra ekkert endilega alltaf en svo kemur ljósa þeirra beita hugtökum eins og djúti og bólsivismi og kultúral marxismi, menningarmarxismi, þetta eru hugtök sem að nasistar notuðu of mikið en þeir eru svona talendir rós sko. Þeir eru líka svona þeir eru að reyna að skýta út samt baráttuna sem að náðust þegar Sovétríkin voru, þú veist, þegar rússneska byltingin var og það verið að grafa undan í rauninni, þú veist, með bólusaukarnir eru vondir. Þá verið að grafa undan samt, þú veist, verkaliðinum sem að barðist fyrir frelsinu hana. Þú veist, þó að kannski hafi farið á einhvern annan veg, en þú veist, þá... Fá að mynda mynd nummer 3, þetta er einn af þessum gerfi prófílum. Húsfrúin heitir þessi prófíl með íslenska fánan og kristna krossin og mikill svona tjóvinisti sko, er svona alltaf að segja Ísland fyrir Íslendinga, áfram Ísland, við erum stolt af okkar eigin þjóð og svo framvegis sko. En svo það er eins og mikið af þessu fólki sé mjög hrifið sko að því að það náttúrulega bara margir sem glöddust yfir því að Trump ætlaði að taka Grænland sko, bara flottur okkar maður sko og svo núna maður séð frá nokkurum að vilja að Trump taki yfir Ísland, þjóðarnissinnanir. Haldið þetta sé alvöru kona? Nei, ég held að sé eitthvað svona skæja fertugsaldri í, þú veist, kjallarinn með mömmu sinni og þú veist, nánast skilur maður fær þá tilfinningu alveg ansi sterklega. Það skal ekki segja. Já, gervigreind kannski, maður veit ekki hvernig þetta er orðið sko. Gæti reynda að vera gervigreind. Stundum sko sem maður svona skrítin orðalega eins og það sé ekki alveg rétt fallbeyging sko oft, en það kannski bara stafsendingar málfræði. Mér veist margir að þessum görum sko, þó þessu ríl, það verið mjög gervigreindir. Já, geta alveg verið sko. En það er meitt áhugavert að sjá þetta fólk sem er að tala að sé svo þjóðernissinnað og lætur eins og sé að berjast fyrir Íslandi og við erum bara að góða fyrir Íslandingum leiðum við spörkum sem hælisleitendum út þá fyrir að byggja upp landið og nota OpenAI sem heimildir. Já, það er verið að vinna sjálfur heimildavinna. Já, einmitt sko og svo sama tíma þá verið að kalla eftir því að Ísland verið hernum eða Bandaríkjunum. Þetta er svona vitleysan sem maður ofta að sjá inn á þessu forriti. Þetta er mjög áhugavert, þetta er búið að breyta svo mikið þetta forrit sko. Ég tek mér reglulega pásur þarna. Ég er ekki búin að vera mjög aktífur fyrir en í dag þegar ég postaði þessu af því að ég sá Sigurður Andersen var að posta en þetta er alltaf svona skrýtnar og skrýtnar ef maður kíkir inn sko. Þetta er alveg rosalegt. Þeir eins og Musk af því að þeir fylgja honum mikið greinilega og það er alveg mikið svona samræmi í orðræði þessara íslensku fasista og því sem að Musk er að halda fram og út frá þessum ásökunum innflyndur að nauðga fólki í Bretlandi sem er nú kannski alveg rétt skilur við En þá koma þeir upp og láta eins og einhverjir rosa réttlætisrittarar og þeir vilja taka á kynferðisofbeldi og svo framvegis. Þeir voru farnir að tala nauðgunarmenningu. Þeir voru að berjast gegn nauðgunarmenningu. Allt í einu eru þeir orðnir svaka feministar en samt eru þeir alltaf á hinbóin að hvert er cancel-kultúr og eitthvað á uppáhaldsfólkinu sínu. Eins og ég sá einhvern orða sko, að þeir vilja sko
þeir vilja yfirráðinu við konunum hérna sko. Þeir vilja ekki að þessi ykkur utanakomandi kallar að taka sko þeirra eign sem íslenska konu sko. Mér finnst það svolítið áhugavert. Það er náttúrulega ekki þeirra eign. Nei, það er þannig sem þeir líta á það, ég meina sko. Einmitt. Við fáum minna mynd nummer 14, það var eitt sem var að tvíta og ég svaraði hann nummer 14. Að hann segir hérna, góða fólki á móti nauðgunum og barnaníði nema þau eru innflytjendur og flóttafólk fremur glæpinn. Þá heyrist ekki neitt frá þeim og þá jafnvel afsakar viðbjóðin. Og þá segi ég hérna, og þið vondu aumingjarnir, gerið ekkert til að berjast gegn kynferðisofbeldi almennt. Stiðið ekki úrbætur á kerfinu, standið yfirlega vörðum gerendur og úthúðið fórnarlömb. Svo er ykkur rosa andum fórnarlömbin þegar gerendur eru brúnir en gerið ekkert gagnlegt né gott. Og þetta er mjög svipað og gerðist líka þegar að fastanir voru að komast til valda í Þýskalandi og Ítalíu og svona að þeim var mjög umhugað þú veist hvítu stelpuna og að það væru nú einhverjir svona útlendingar já, þú veist, en eru svo sjálfur auðvitað bara algjörlega bullandi að taka undir og vera partur af nauðgunar menningu. Já, það er alltaf konum sem að greina frá ofbeldi sem verða fyrir og glotta og segja bara að það er hætti þessu væli og eitthvað svona sko, svo núna mæta þeir og eru brjálæðir, þannig að það lýsir því að þetta er ekki hreinn ásetningur hjá þeim það að vera að verja konur. Það er alveg skýrt. Þeir veist, ég held að sé bara eitthvað svona við ætlum alltaf að berjast fyrir réttindum kvenna með að vera ógeðslega mikið rasistar. Það er eitthvað svona, nei, þú ert ekki að því, veist, það er bara megar enga sens. Og bara til að taka það fram, við hefum oft sagt það hér en það þarf að segja bara aftur og aftur að þú veist, þeir láta eins og það einmitt að bara munin leysa öll heimsins vandamáli við stoppum allt flóttafólk frá því að koma hingað inn. En ef að stefna, þú veist, miðflokksins og fleiri yrði tekinu upp og það yrði kramið réttindi flóttafólks og þeim yrði neitað að koma til landsins, að ef þetta yrði gert, þetta myndi ekki hafa neinar afleiðingar í för með sér fyrir utan það að brjóta á mannréttindum þessa fólks sem er að flýja styrjaldir. Við erum ennþá í Schengen, við erum ennþá í EES, ennþá mun kapitalistarnir vilja fá ódýrt vinnuafl hingað inn. Þú veist, það mun ekki breyta neinu. Eins og við sjáum í Trump-stjórninni, Trump tala alltaf þessum nótum, við þurfum að verja innlendu störfin, en svo þegar hann fær völdin, þá tekur kapitalistin Elon Musk það ekki í mál. Hann segir, ég þarf að fá innflutt vinnuafl í tæknigerana því að þá get ég borga lægri laun og fengi meiri arðgreiðslur. Þetta er í rauninni ekkert nema sýndarmennska og þetta er í rauninni bara til þess fallega að tvístra fólki í sundur svo að það fari að hatast út í fólk að öðru litaraftu, öðru menningarheimum í staðin fyrir að líta upp og sjá hver það er í rauninni sem er að taka þeim störfum en því að það eru kapitalistarnir sem er í rauninni það er augljóst að þeir vilja halda laununum niðri og þeir gera það svona en í staðin fyrir að fólk sé þá að beina orkunni gegn þeim að þá er einmitt verið að segja þú veist, fólki sem að ég er að ráða til að taka störfum ykkur, það er samt vont. Sko, það er ekki heil brú í þessu. Svo er eitt með miðflokkinn einmitt, þú nefndir hann að þú veist, hver á að trúa því að Sigmundur Davíð sem var í Panama-skjölunum og Bergþór Ólason sem var í Klaustursmálinu og Sigmundur líka. Þetta er allt lygi. Já, veist, þetta er bara eitthvað svona, eru þið allt í einu eitthvað að fara að berjast berjast fyrir réttindi kvenna? Mér heyrist að þessi bara gegn þeim, svona yfir höfuð, sko. Og í rauninni fáralegt hvernig þeir ráku sína kosningabaráttu núna í fyrra, sko. Og bara eitthvað svona, já, veist, ég treysti þessum gaurum ekki, þeir eru bara að taka aðkvæða skilur sem er mestmegnis ungt fólk og að reyna að höfða til þeirra. Þetta er svona mjög skrítin taktík. Menn sem er mjög ólíklegir til þess að bæta stöðu og hag almennings í landinu en það eru þeir að tala um mál sem er ekkert að fara að gera það. Þú sér líka að Sigríður Andersen, hún er í miðflokknum og þarna tekur hún sér sko bara harða stöðu gegn Eflingu, talar að Sólveig segja garga og öskra þú veist, notar svona gildislegan orð hana þegar hún er að reyna að tala út gjallarótt svo að fólk heyri í kringleiti, bara mjög eðlileg aðferðafræði hjá verkalýðshreyfingum, þetta þekkist í Bandaríkjunum og menn sem í gjallaróttum mótmæla hvernig hún orðar hlutina sýnir að henn er ekkert umhugað verkafólkið en samt stillaði hlutunum upp þannig, við erum alveg að pæla í verkafólki, sko, við viljum bæta ykkur stöðu en við getum ekki gert það fyrir við erum búin að kasta þessu hyski úr landinu, sko. Það er raunin það sem við verðum að segja, en segjum sem svo að þau gera það er samt ekki að fara að breytast áður en að komi flóttamenninga, þá voru öryrkjar vandamálið
allir þessir vondu Já, öryrkjar sem eru að þeir takast líta meira þess að vinstri, latti, lepjandi liðleskjurnar á kaffihúsunum sem eru að eyðileggja samfélagi, það er alltaf einhver blóraböggull, þannig að breytir einhver hvað gerist, þeir finna alltaf þeir eru spunamestari í að finna blóraböggla alla aðra heldur en auðstéttina sem að þeir sjálfur eru að vinna fyrir. Já, og þeim er í rauninni sama hyski sitt, innan gæðsalapa skilur sem er oft, ég meina þau eru búin að spila inn á fáfræði, fólk sem að er kannski ekki alltaf, er kannski meira verkfræðingar eða eitthvað svona, skilur og kannski vita ekkert rosalega mikið pólitík eða heimsmál og það er verið að, það er svona, já, það er utan aðkomandi að koma. Já. Ekki horfa á okkur. Já, þetta er klassískt því miður og þetta virkar því miður líka oft, sérstaklega þegar náttúrulega fáfræðin er mikil og svona og hræðslu áróðurinn er að ná tökum á fólki að þá fer þetta að skila árangri fyrir þau að stór hluti alþýðunar fer að styðja eitthvað fasista, eða bara Trump, sem að alþýðan eða partur alþýðunar telur að muni vera sinn vörður gagnvart elitunni, eins og Trump tala mikið þannig. En svo skipar hann bara, svo skipar Trump, einhverja milljarðamæringa bara í ríkisstjórnina sína. Ég held að þetta sé, hvort það sé, ríkasta ríkisstjórn nokkuð tíman í Bandaríkjunum. Milljarðamæringa í hverjum embættum. Mér langar að leiðrétta þess að verkfræðingar ég myndi verka fólk. Já. Nú, ég var aðeins að pönkast á Twitter, fá mynd nummer 4 og því ég sá bara flotta mynd hérna frá öðrum erlendum reikning, mynd nummer 4 sem var að bera saman svona mismunandi afstöðu til kynjajafnréttis og það er mynd frá Bandaríkjunum 1960 It's nice to have a girl around the house og þar er einhver maður í jakkafötum að standa á hann á hausnum á konu og það er svona skinn af tígristýri sem hann stendur á bara svona teppi undir honum. Og svo er mynd frá Sovétríkjunum 48 sem er kona að halda upp á fánanum, þau er nýbúin að sigra nasismann og ég tek fram þarna, þetta eru staðreyndir, að Sovétríkin lögleitu skilnað, fóstureyðingar og glæpavæddu nauðganir innan hjónabanda, þau afglæpavæddu samkynhneigð. Alþýðu konur fóru í vísindin, embætti, stjórnmál og nutu réttinda á stöðu sem það aldrei sést í mannkynssögunni. Auðvaldið vill ekki að þú skilir þetta, segi ég, af því að sagan er svo mikið skrifuð eftir á og þessar staðreyndir komast ekki alveg áleiðis til okkar en þegar að byltingin átti sér stað þannig að beint í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar að þá er bara eitt staðista framfara skref tekið í sögu mannkynsins og eitt fátækasta ríki Evrópu sem var ekki búið að iðnvæðast á neitt hátt nálægt því sem önnur Evrópuríki voru að gera lögleitu afglæpavæddu samkynhneigð voru fyrsta ríki í heimi til þess að lögleiða fóstureyðingar og konur nutu sambærilegra réttinda og karlmenn voru komin inn í vísindin, komin inn í embætti og svo framvegis og fyrstu áratugina voru þarna alveg gríðarlegar framfarir í þágu fólksins gríðarlegar og gamla rússneska heimsveldið fór yfir í að verða Sovétríkin með nokkurum sósíalískum lýðveldum sem fengu öll að ákveða hvort þau vildu vera partur af þessum sambandsríkjum eða hvort þau vildu vera sjálfstæð og Finnland sem dæmi sem var hluti af rússneska keisaraveldinu að það ákveða að fara í aðra átt og það var nú kannski aðalega vegna þess að hvítliðar þar unnu borgarastyrjöldina og svo má sterklega fara rauk fyrir því að á seinni áratugum Sovétríkjanna hafi svona svolítið byrjað að halla áréttindi bæði kvenna og hinsegin fólks. Það var svona gagnbylting. Speklinum við Bandaríkin, skilur við, alltaf verið í kalda stríðinu og það er svolítið svona mér er einhvern veginn mega að kenna kapitalisma allt sem hefur farið rangt, með viðskiptaþvingunum og þannig dæmi. Annars sem langaði að nefna ég var að lesa Maxim Gorki móðurina og þriðji kafli í seinna heftinu er alveg bara eins feminist og að gera sko.
Svo ég mæl með þeirri bók. Alltaf tala eins og Lenin hafi verið eitthvað sko bara hryllilegur fantur og fasisti og eitthvað svona dæmi sko. En það er bara alls ekkert rétt. Maðurinn stuðlaði að stofnun fyrsta raunverulega sósíalíska ríkisins í sögu veraldarinnar og það skilaði mjög miklum ábata fyrir alþýðu fólk og það er bara almennt ekki talað nægilega mikið um það. Þarna varstu með efnahag í þágu fólksins. Eða einmitt tekin einhver partur af sögunni og svona, já nei, þeir eru vondir. Já, þetta er svo einhliða sko. Það er svo margt sem var gert vel þarna og af hverju má ekki bara minnast á það Sama með Kúbu til dæmis, bara það sem ég tek munurinn á sósíalískum ríkjum og kapitalískum ríkjum er klárlega það að það er eitt meiri pening í heilbrigðiskerfi og menntakerfi og þú veist, auðvitað er leiðilegt að sósíalísk ríki þurfa her þú veist, en það er alltaf verið að lýsa þeim sem ógninni þegar það er í rauninni, þú veist, vestræn ríki. Það er líka oft talað ef að sósíalísk hagkerfi eru svona hræðileg, af hverju þurfið þið þá að vera í viðskiptaþvingunum og fara í stríð gegn þeim ef það eru svona hræðilegt, af hverju leyfið þeim þá ekki bara hrynja? Hver er ógnin? Þetta er mjög núanst, raunveruleikin er flókin, þú veist, og margslungin og svona fjölþátta, þú veist, það er margt sem spilar inn í, en bara svo staðreind að rússneska heimsveldið fór frá því að vera bara svona backwards, þú veist, landbúnaðar hagkerfi yfir í að verða eitt iðnvæddasta ríki í heimi, eitt háþróðasta ríki í heimi, bara næstu á pari við Bandaríkin. Það var aldrei alveg á pari við Bandaríkin, en næstu því, og það var alveg lokað af frá heimshagkerfinu, þú veist, hagkerfi heimsins bara fór í tvennt, það voru Sovétríkin og vinaríki þeirra og svo voru það Bandaríkin og gömlu nýlenduveldin. Sovétríkin voru að styðja frelsis og sjálfstæðisbaráttu nýlenduríkjana eins og í Alsír og víðar og það er ekki tekið þar inn en síðan tekur Stalin við og það verður ákveðin svona gaggbylting allavega svona félagslega. Hann var svona meiri aftur er árið 33 er bannað fóstureyðingar til dæmis og samkynhneigð er aftur glæpaðið og þetta var bara eitthvað svona íhaldsemi feðraveldi, þessi íhaldsemi er bara rótgróin því miður inn í menningar okkar og samfélagi og þetta komst að en talandi að þetta sé flókið og núanst að þá þarna 33 upp að 36 og þá er uppfærið stjórnarskrá Sovétríkjanna og í þeirri stjórnarskrá eru svona grunnréttindi fólks varin og það er, þú veist, það er rétturinn til vinnu, það er rétturinn til frís, það er rétturinn til heilbrigðis, það er rétturinn til menntunar og svo framvegis og þetta voru forgangsatriði Sovétríkjanna að tryggja þessi grundvallaratriði og þannig var það í Sovétríkjanum og þess vegna er einmitt núna margir í gömlu Sovétríkjanum þar sem voru Sovétríkin þeir minnast Sovétríkjanna með ákveðin svona romantík af því að þú kannski fékkst ekki allar þær svona neysluvörur eða tískuvörur sem að þið langaði í en þú vissir að ef þú yrði veikur að þá yrði þér hjálpað ef þið vantaði vinnu þá myndir þið fá vinnu ef þið vantaði húsnæði þá yrði gert allt þess að finna út af því og auðvitað þú veist fólk bera þetta oft saman sko, eins og fasistarnir segja nú eðalega sko, og svona hægra fólki kannski að það er búið að prófa sósíalisma, og það virka ekki. Þú veist, en þetta er svo astnaleg staðhæfing að því heimurinn er ekki eins og einhver svona tandurhrein vísindastofa þar sem öllum skilyrðum er haldið frosnum og svo setur hann einhverja eina breytu og aðra breytu. Það er kenningu Milton Friedmans alveg, þú veist, eins og þær voru í bókinni sko. Þú veist, þetta eru bara kenningar og það er eitthvað svona ídeal. Þú veist, það er bara svona pjúra þeorísk hugmynd hvernig það væri ef heimurinn væri fullkominn og það væri engar flækjur og núansar eða neitt. En lönd gera það best á sínu stöðu og náttúrulega Sovétríki voru umkringd og það voru að gera innrásir þarna frá fullta löndum bara lengi vel og þetta er náttúrulega bara en ég skil ekki af hverju að má ekki bara ræða hvað var gert vel hana ef maður minnist á það að heyrðu, þetta var nú gott og það var bara fjöldamorð ekki, þú stuður fjöldamorð þegar að máli er að það var hellingur sem var gerður vel þarna sá eitthvað ég held að vera á gær á Twitter þá var eitthvað að koma færslu að leiguverð fólk borgaði 3-5% af tekjunum sínum launatekjunum sínum í leigu í gömlu Sovétríkjunum. Já, 3-5%. Hérna þykir það nú ekkert skrítið að fólk er að borga 70% af laununum sínum. Og er það ekki bara frekar gott að það hafi verið þannig í Sovétríkjunum?
eða þú veist, má maður ekki segja það? Og gætum við ekki skoðað þeim hvernig, af hverju var það þannig í Sovétríkjunum og gætum við kannski tekið það einhvern veginn til fyrirmyndar, þú veist? Sko, því meira hervald líka sem í kommunísku ríkjum eða sósíalísku ríkjum, það er bara út af, þú veist, ég meina sjá bara Norður-Kóreu, eru heavy isolated frá heiminum bara út af auðvitað óttast í Bandaríkjamenn, þeir sprengdu á alveg, þú veist, þeir eyddu upp heilu borgunum hana. Drápu 20% af Norður-Kóreu og þeir hindru raunverulegt lýðræði ætti sér staðana og svo myndast þetta splitt, skilur við, en meira segja er svona í sögu Kóreu í heild að þá eru, þú veist, helstu uppreisnar baráttu menn þeir er til dæmis anarkistar. Þetta er svo mikilvægur punktur og við verðum átt okkur á þessu sko, í samhengi hvernig þetta þróast og núna er einmitt, ef ég sé það, svona nýhægri fasistannir eru á fullu núna í fjölmiðlum og þess áttar og ég sá einmitt að Jordan Peterson, frægi sálfræðingurinn frá Kanada, hann var að halda því fram varðandi átöki í Mið-Austurlöndunum. Hann var að halda því fram á svona mjög lægvísinn hátt sko, að arabanir væri bara þeim væri svona ekki lýðræðið bara svona eðlislegt sko og hann var svona hann var svona óbeint að segja bara arabar, þú veist, einhvern veginn bara genafræðilega séð bara væri ekki lýðræðislegir og væri bara svona eftir á og villimenn og þetta er náttúrulega bullandi rasísk orðræða en það er hann maður sem að styður bara Ísrael gegn í gegn sko en þetta er svo ógeðslegt sko þegar að segja þetta, þegar að raunin er einmitt að þú veist, þegar það hafi verið sjálfstæðis, frelsis félagseignar og lýðræðislegar hreyfingar í Mið-Austurlöndunum og þá hafa það verið Bandaríkjamenn, Ísrael, Bretar sem hafa kramið bara trekk í trekk og þeir fara á styðja furstadæmin í Sádi-Arabíu, í Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum sem eru náttúrulega bara þú veist, allræðis konungsfjölskyldur sko. Líka bara eins og Afganistan, ég meina að var þvílíkur svona vinstri póll í Afganistan og það var mikil fólk var að deila skoðunum hana og kannski berjast en vestræn ríki svo hrætt við kommunismann sem var síðan en þeir voru svo hrættir að Sovétríkin myndu blanda sér inn í það og að þeir fara að selja vopn til uppreisnarhópa sem voru þekktir fyrir það að kasta sýrum í andlitið af konum í háskólum sem er bara og það verður að Talibaninu og svo er Al-Qaida, það kemur síðan út frá Sádi-Arabíu megin og þetta er allt nákvæmlega þetta kerfi sem er fasíst hægra kerfi er bara afleiðing þessara nýlendustefnu og hvernig þeir hafa einhvern veginn styrt þessa hópa til þess að vera eitthvað í einhverju forfront þarna og svo geta það bent og sagt hei, þetta eru vondikallanir ekki við seldum þeim ekkert, engin vopn. Þetta er alveg ótrúlega, þeir styðja þetta liti valda einmitt og svo einmitt hvaða öfl þeir stuttu og hafa stutt og styðja ennþá í Mið- og Suður-Ameríku til valda, algjörðu fastar núna í Sýrlandi einmitt HTS sem stjórnar núna Sýrlandi HTS er bara endur svona rebranded Al-Qaida þessi Giuliani sem er yfir HTS hann var fóringi Al-Qaida í Sýrlandi sem var stæðsta einstaka deild Al-Qaida og hann var bara hægri hönd aðal ISIS-mannsins á sínum tíma og nú eru þeir búin að taka yfir Sýrland og eru að fá peninga frá Vesturlöndum og þeir eru að lyfta þessum efnahagsþvingunum á Sýrland þannig að þarna eru þeir bara að koma svona öfga hægri íslamistum til valda sem þeir síðan segjast vera að berjast gegn í baráttunni við hryðjuverk. Svo eru þjálfaðir svona fundamentalistar sem að vilja fara og fremja hryðjuverk á Vesturlöndum og í rauninni út af því að Vesturlöndin gerða verkum og svona land væri til og þá ertu komið með þessu ógn og þá ertu að setja í gegn neyðarlög á Vesturlöndum að reyla komin á það að þetta sé svona viljandi gert í rauninni að vera að halda uppi þessum löndum til þess að geti komið hryðjuverkamenn til Vesturlanda til þess að setja gegn neyðarlög, réttlæta átök til þess að fara inn í þessi lönd, halda þeim í kaosi, geta arðrænt þeim, heimsvaldastefnan, kapitalismin, halda fólki hræddu líka. Það er alltaf einhver ógn að við tekið eftir því, bara frá því þú veist að Bandaríkin eru heimsveldi, þá hefur alltaf verið hrætt við eitthvað. Þegar ég var að alast upp, þá voru það hryðjuverkamenn, það voru vondu brúnukallarnir með skeggi sem var alltaf í bíómyndunum, nú voru það rússarnir sem eru vondir. Það er aldrei verið að segja, hei,
ef við ekki að fara, þú veist, byggja eitthvað upp, ef við ekki að fara saman í átt að einhverju glæstri framtíð, það er alltaf, nei, verið hrædd því að réttindin ykkar eiga að hverfa, við ætlum að voppa lögregluna því það er svo mikil ógn, við ætlum að auka njósnaheimildir lögregluna því það er svo mikil ógn og þið þurfum bara að vera hrædd og hættið að spyrja spurninga, falsfréttir, hættið bara, þú veist, horfið á Netflix og verið hrædd. Þannig, mér líður eins og Vesturlund sé að vera svona hræddar og hræddar einhvern veginn og ég veit ekki hvað, þú veist, maður er náttúrulega farin kannski út fyrir efni, en það er svona tengist allt. Eitt punktur sem ég langar að bæta við, að líka að vera, þú veist, þeir vilja herða fóstur, þú veist, þeir vilja bara, þú veist, ekki lifa fóstureyðingar, ekki einu sinni, þú veist, eins og Project 2025, það er bara nákvæmlega kristna útgáfan af, þú veist, þessum íhaldssömu islamism, skilur við. Og Project 25 sem sagt, þetta eru milljarðamæringar í Bandaríkjunum sem hafa búið til eitthvað svona samtök sem er að beita sig fyrir nýrri Ameríku eða nýjum Bandaríkjum og Trump hefur verið þarna á ráðstöðunum hjá þeim og sagt styðja öll áform þeirra og þetta einmitt svona eitthvað svona kristið, svona nýfasíst auðræðis skipulag og það sem þau vilja gera í þessu Project 25, þetta stendur bara í skýrslum þeirra, er bara verulega graf undan réttindum almenningsverkafólks, taka í sundur social security í Bandaríkjunum og margt fleira og Trump nú í kosningabaráttunni, hann sagðist ekki vera tengdur þessu en það er auðvelt að finna bara myndbönd af honum hjá þessu Heritage Foundation sem stendur að þessu Project 25 þannig að og nú eru milljarðamæringarnir bara komnir inn í ríkisstjórnina hans og sumir þeirra hafa bara borgað sér beint inn það var einhver olíuiðnjöfur sem studdi Trump einhverja 500 milljón bandaríkjadollara og hann er bara komin inn í ríkisstjórnina þeirra. Sko, ég var að fylgjast með bandarísku forsetakosningunum og það var svona, það var svona eitthvað anti-abortion svona gegn fóstureyðingum mótmæli og það voru konur sem voru kladdar actually bara svona eins og Handmaid's Tale ef það séð þá þetta og þetta er það sem við vilja fyrir fóstureyðingar, við vilja eignarhaldi við konum, aftur, þetta ásamt mörgu öðru, skilur við, kristni síonismin dettur hann inn og, þetta er samt, þetta er það sem er að reyna að koma í gegn og þetta er pjúra fascist projekt. Og talandi það, fyrir maður eins aftur í Twitter-umræðina, við fáum mynd nummer 5 hérna er einhver íslenskur öfgahægri maður sem að deilir því sem ég var að segja hann um Sovétríkin og hann segir, nasistar útrýmdu atvinnuleysi nær alfarið, fóru í herferð gegn tóbaksreykingum og voru fyrstir til að setja fram lög fyrir verndun dýra. Þessar staðreyndir ættu hins vegar ekki að ljá hið minnsta traust á hugmyndafræði nasismans, segir hann mjög kaldhæðnislega að því hann er að segja, nasismin er flottur og þetta með 110 likes á Twitter maður velti fyrir sér hversu mikið alvöru fólki er hann á bakvið og svo reyndi ég nú að þræta eins við hann, ég sagði við hann einmitt að nastanir kröndu verkalýðsfélögin hækkuðu skatta á millistétt og lágstéttir og drógu úr velferðarkerfunum og gáfu fjármagninu risavaxna skattaafslátta og eitthvað svona og þá ásakaði hann mig bara að vera með eitthvað hugsunavillur og sagði sjálfur hugsa eftir svona frumforsetum og ég er allur ást og kærleika, sagði nasistinn, þannig að þetta var eitthvað svona hippa rökhugsunar nasisti. En það sem það getur gert er að svara á þennan hátt þegar maður kemur með einhver rök þá er svarað með einhverjum svona hæðnis athugasemdum og einmitt, þú komst með staðreyndir þarna það var ekkert verið að segja þetta verið rangt hjá þér það er bara að fara í eitthvað svona og svo svarar fyrir og þá er bara eitthvað haha og það er mikið verið að nota einhver orð eins og þú veist faggi, hommi, allt svona sko ef maður sé það mikið þegar þeir eru ósammála einhverjum þá fara þeir í þetta minnir svolítið á einhverju svona þegar maður var svona 8 ára og það var verið að segja svo í grunnskóla þetta er svona þú veist, metingur í fótboltanum já svona, það eru farðu burtu við hommiðin vilja ekki eina og svo einmitt er fólk kannski eitthvað en hverju varstu ósammála því sem maður var að segja haltu kjafti faggiðin það er ekki einhvern veginn hægt að eiga í málefnalegum rökara vegna þess að það er engin rökir inn á baku neitt sem maður er að segja þetta eru ekki nema tilfinningar sem er írónískt af því þeir taldu að sósíalistar og vinstrimenn séu facts don't care about your feelings sko. En þegar maður horfir á þeirra málflutning þá er hann rosalega tilfinningameðaður og þeir verða rosalega sárir ef þeir verða varir við einhvers konar sósíalisma, verða brjálaðir og hópa saman og svona, þú veist, ráðast að manni sko. Ótrúlega litlir í sér grein. Ég
það er bara nýlega sem að bara var alveg hópur af bara transhatandi mönnum, skilurðu, og þetta er áður en þessi gangreip umræða kom, skilurðu, og þetta var alveg, þar á meðal, eldur hérna í lýðræðisflokknum. Sem var í framboði fyrir Miðflokkinn? Nei, lýðræðisflokkinn, já. Lýðræðisflokkinn, og hérna... Hann var nú að styðja þegar Trump myndi taka við Grænlandsvæg. Já, hérna, hann Eflaust hrifinn af því að við verum tekin yfir að Bandaríkjunum þjóðernissinum. Hann, ég fekk bara leið og ég setti mig gegn honum og gegn þessari, transfóbíu umræðu, þá bara fekk ég, ég veit ekki hversu margir aðgangar bara voru bara senda mér einhver skilaboð og hóta mér og... Þú varst fyrir alveg rosalega aðkastæmið því þú varst að mótmæla eldi og málflutningum hans og þeir voru bara að hundelta þig. En eru þeir ekki alltaf að tala um tjáningu? Já, mér sagði einmitt svo fyndið, svo flaggaði þær eitthvað, já við erum bara að tjá okkur. En svo þegar maður tjáir sig þá koma morðhótanir jafnvel. Já, maður er alveg tekið eftir því líka, bara dreftu þig, þú veist, eitthvað svona, Það sem ég finnst svona, og sérstaklega pólitíkusar í kringum þetta, það sem þeir eru að gera er að etja kannski andlega veikt fólk upp á móti fólki fyrir sínar hörmulegu skoðanir, bara ef ég leyfi mér að segja, að ríkir skoðanafrelsi og þetta er náttúrulega bara að vera að reyna að kæfa mitt skoðanafrelsi með því að vera eitthvað að ráða saman. Og svo er líka þetta að minna þess að þjóðernisinn á að þið eru ekki að fara að fá neitt, Ef Elon Musk nái sínum málum í gegn og Trump nái sínum málum í gegn, þeim er alveg sama um ykkur sem eruð í hinni vinnandi stétt. Þeir eru rauninni bara að nota þessa menn og þessa, í mörgu tilfellum bara því miður oft bara veikir menn sem eru kannski jaðarsettir og hafa alveg lent í einhverjum áföllum í gegnum ævina, þá er auðvelt að ná þeim inn í þetta. Og orðnir mjög svona isolated og þú verður meira isolated í kringum þetta, bara eins og ég er búinn að nóta niður hjá mér, þetta er allt svona frekar fyndið, en Mark Zuckerberg er með heilavírus sem kallast carnivore dietinn og svo er þessi ivermectin umræða líka, það bara þarf að taka, út af því að það er svo margir sem trúi þessu, en það sem við verðum að gera með ivermectin til dæmis, að vera að segja, já þetta er eitthvað töfralyf og hafa eins og með Mel Gibson í Joe Rogan núna að tala um að ivermectin myndi lækna krabbamein. Ég meina, hvað haldið það sé verið að gera? Það er verið að ljúga okkur svo að sé hægt að skerða niður heilbrigðisþjónustu og þetta er kostnaðarsamt og þeir vilja náttúrulega bara spara peningar. Það er að kaupa ivermectin. Það er líka verið að spila inn á reiði fólk gagnvart lyfjafyrirtækjum sem er mjög lógísk í rauninni, en á sama tíma að vera að afvegaleiða fólk og segja nei, lausnin er ivermectin. Þú veist, í staðinn fyrir hvað með við séum bara ekki með lyfjafyrirtæki, hvað með að bara við sem samfélag séum sjálf með fólk í vinnu að finna upp lyf og rannsaka, gera tilraunir og svo framvegis, í staðinn fyrir að það séu stórfyrirtæki sem að ríkið er að styrkja fyrir að gera tilraunir og síðan fá þau allan hagnaðinn. Er það ekki líka svolítið, er það ekki líka brengla lyfjamarkaðinn og lyfjatilraunir að það séu fyrirtæki, af því það er ekki þeim til hagsbóta að þú getur fengið eina pillu sem læknar þig, það er þeim til hagsbóta að þú fóir pillu sem þú ert að taka á hverjum degi, og maður hefur heyrt þessa sögu, það hafa menn sem hafa verið að gera tilraunir, þeir hafa komið til þessar fyrirtæki og sagt, heyrðu, ég kom með lyf hérna, það getur bara bundið enda á þennan sjúkdóm og þá fær fólk svörin, já, er þetta eitthvað sem þú þarft að taka á hverjum degi út ævina? Nei, þú þarf bara að taka eina pillu. Já, nei, þá viljum við það ekki. Og það meikar sens að þú ert kapitalist að hugsa svona, því þú ert ekki að fara að græða einn á þig. Því sem kapitalisti þá ert þú bara að hugsa um hámarka hagnaðar. Og þá segir, ok, heyrðu, ég fyrir tilbaka og þá finnar einhverja formúlu þannig að þú takir töflu inn í svona dag og hverjum degi, Í raun er það gegn þeim hagsmunum, þeirra hagsmunum, að fólk sé bara heilbrigt og það fá einhverja góða þjónustu bara fyrr eða þess áttar og það sé tekið á undirliggjandi vandamálum og svo framvegis. Nei, þú veist, mörg þessi fyrirtæki græða stórkostlega á því að undirliggjandi vandamál séu ekki leyst þegar hægt er að leysa þau og fólk sé bara sjúklingar út ævina og sé bara í áskrift hjá stóru lyfjafyrirtækjum. Það er ekki verið að beina fólki þá átt að spyrja spurningu þegar kemur að þessu. Það er verið að segja, já, reiðin ykkar er réttmætt, en farið frekar hérna leiðina sem auðstéttin vill að þið farið, sem er bara eitthvað að kaupa eitthvað svona. Þetta er bara lyfjafyrirtækin að selja eitthvað snákaolíu til fjöldans. Og farið bara að rífast, þú veist, og svo koma svona einhverjir libbar kannski að rífast við þá þetta og er ekki útskýra fyrir þeim rótina heldur, bara helvítis auðlandir ykkar, hvað er að ykkur? Og þetta verður bara, þetta stuðar upp í einhverju sama dæmi, nema bara, í nafni lýðveldis sem er ekki rosalega lýðræðislegt. Og það er hlutverk okkar sósíalista að útskýra
fara til þessa fólks og útskýra fyrir því hvernig staðan raunverulega er og hvað við getum raunverulega gert til þess að hjálpa þessu fólki vegna þess að leiðin sem að frjálslynda fólki fyrir rauninni bara hæðastæði og hlæja því og segja að við eigum ekkert að tala við þetta fólk, þetta er allt vitleysingar hvort þið er. Og segja svo farið á kjósið Biden. Já, farið á kjósið Biden sem að er í rauninni að valda því að ef að Biden hefði til dæmis gert eitthvað til þess að laga hag verkalýðsins í Bandaríkjunum þá hefði mögulega verið hægt að koma í veg fyrir Trump. Bernie Sanders til dæmis líka, en auðstettin tekur það ekki í mál og þannig, það er í rauninni vítaringur sem við erum í. Kapitalismin er ekki að fara að leyfa hennar umbætur. Fólk er reitt. Auðstettin segir, kenni þessum fólki í staðinn og þá fyrir all orkan þangað og þá ertu komin mjög nálægt fasismannum og hvað gerum við þá? Og fasismin er líka bara, hann er komin, skiljið. Ég meina, búið að kjósa lýðræðislega mjög auka hægri flokka vísvegar í Evrópu og þetta vill, þú veist, bandaríska heimsveldið í rauninni, sko, að þetta sé meira og ég veist, það spilar inn í þeirra narratífi og ég meina, þú veist, gott samt að það séu til ríkis og Írland og eitthvað sem eru kannski meira gegn þessu og þekkja þetta kannski á eigin skinni, skilur við að þetta er ekkert í lagi. Og þá er glata að nú er ný ríkisstjórn tekin við og Samfylkingin allavega mjög skýr og Viðreisn líka fyrir kosningar að þau telli það Ísrael vera að fremja þjóðarmorð í Palestínu og að þeim finnist að við ættum að beita efnahagsþvingunum gegn Ísrael og meira segja að við ættum að styðja málsókn Suður-Afríku sem bara einmitt Írland, Belgía og Spánn hafa gert af Evrópuþjóðum þó þetta sé bara borðliggjandi mál. Þetta er bara, þú veist, bara casebook dæmi af þjóðarmorði sem er í gangi þarna. Og það voru pallborðsumræður fulltrúa flokka sem félagi Ísland-Palestína hélt fyrir kosningarnar. Ég var þar fyrir hönd Sósíalistaflokksins og Sigmar var þarna frá Viðreisn og Þorbjörg frá Samfylkingu og fleiri þarna og úr þeim umræðum sem mér þótti bara undarlega góðar, ég var ekki að búast við að þær yrðu svona góðar. Þorbjörg tók algjörlega undir með því og með mér að við ættum að styðja málsókn Suður-Afríku og tala svona Sameinuðu þjóðirnar og öryggisráðið styðja hnattræna suðrið sem er að reyna að beita sér til þess að gera öryggisráðið og Sameinuðu þjóðirnar að því sem það átti að vera, lýðræðislegur vettfangur allra þjóða heims til þess að stuðla að friðsælli og sameiginlegri framþróun og stöðva stríð og glæpi gegn mannkyninu, þau studdu það og Sigmar þarna frá Viðreisn var líka mjög sammála, hann var alfarið á því að þetta væri þjóðarmorð og svo framvegis og Þorgerður Katrín sömuleiðis, en nú er Þorgerður Katrín orðin utanríkisráðherra og hún er algjörlega búin að draga í land með það að segja afdráttarlaust að þetta sé þjóðarmorð og meira þess að í kritsildinni þarna daginn þá sagði hún að uppspretta aðal orsök átakana þarna í Miðausturlöndunum og í Palestínu þar sem hún var að tala um væri það að Íran, þetta er það sem Þorgerður sagði, hún sagði að aðal ástæðan væri það að Íran er að fjármagna hryðjuverk á svæðinu. Þetta er alltaf bara NATO-lígin og mér finnst, sko, út af að Sigmar einmitt talaði hana að við, og líka Samfylkingin að NATO væri svo nauðsynlegt fyrir okkur Íslendinga eitthvað, en ok, ef við erum stofnríki í NATO getum við ekki bara kallað til neyðarfunds að leysa það upp vegna mála, eða ég meina, er þetta eitthvað að fara að ganga áfram? Það eru eflaust einhverjar NATO-þjóðir sem eru gegn þessu en svo eru eflaust einhverjar NATO-þjóðir sem vilja ennþá samt, fá smá í vasan fyrir vopnasölu og annað, og halda því í gangi út af því að vopnaiðnaðurinn er rauninni búin að taka yfir mjög mikið af bara heiminum. Gríðarlega, við getum að minnstakosti getum við farið inn á vettvang NATO og krafist þess að það sé gert upp stríðsglæpi NATO, stríðsglæpi aðildarríkja NATO, hvernig Líbíu var tortímt sem var eitt bara háþróðasta Afríkuríki síns tíma. NATO rústaði því, sprengdu upp stæðstu vatnsveitu innviði í sögu mannkynsins, þar sem var kallað manngerða fljótið mikla sem að Líbía hafði byggt til þess að reyna að berjast gegn eyðimerkurvæðingu upp frá Sahara og til þess að búa til landbúnaðarlandin í eyðimörkinu og NATO sprengdi það upp með úraníum sprengjum. Í nafni mannréttinda. Í nafni mannréttinda og voru einmitt að styðja þarna uppreisnarhópa sem að í vestrænum fjölmiðlum var talað að væru, frjálslyndir,
mögulega meira þess að félagsegnar fylkingar sem væru að berjast gegn einræði Gaddafi, þú veist, en svo kemur ljós að líkt og með Sýrlandsstríðið að þetta voru ekki einhverjir frjálslyndir uppreisnarhópar, heldur voru þetta langmestum leyti einhverjir svona öfga trúarhópar Sulafi jihadists eins og það er kallað, eða bara einhverjir svona local warlords, þú veist, stríðsherrar sem eru þarna með svona ættbálka dæmi, sko. Það er einmitt mikið í Afríku, Já, og núna út af þessu að þeir sprengdu Libyu í tætlur og líka CIA aðgerðin sem Obama skipaði, Timber Sycamore, sem var að vopna einmitt Al-Qaida, vopna svona hryðjuverkahópa þá eru núna vopn út allt, bæði í Miðausturlöndunum og í Norður-Afríku og það ríki í heiminum þar sem að tíðni hryðjuverka er langhæðst er Burkina Faso í vestur Afríku og nýverið var gerð þar uppreisn, við höfum aðeins fjallað það, en það er allt morandi í Al-Qaida, Boko Haram, þú veist, og það er verið að myrða fólk á milljón og þetta er að því að þegar maður setur sig inn í þessar aðstæður sem eru á þessu svæði, að þetta eru sára fátæklönd sem að Vesturlöndin eru ennþá að arðræna alveg hryllilega, er að taka gull, er að taka úraníumið á bara skít og kanil, fá ekki neitt, sko, og svo koma einhverju vel fjármagnaðir hryðjuverkahópar og Boko Haram til dæmis og segja við fólk, komið og verð þú bardagakappi hjá okkur og við getum borgað þér laun, við getum gefið þér hjól, félagskap og svo framvegis. Þannig að það er á sama tíma og allt er bara í rúst, það er engin tækifæri, veðurfarsbreytingarnar eru náttúrulega að bitna hart þarna á Vestur-Afríkuríkjum og svo eru einhverjir vel fjármagnaðir hryðjuverkahópar sem geta boðið þér atvinnu og svo framvegis. Var það ekki Nígeríu sem að Eimskip voru að Meinar Samherji, það var í Namibíu. Já, Samherji meina ég. Það var í Namibíu mitt. Já, það var í Namibíu. En svo ertu náttúrulega komið með þessa réttlætingum, leður komið með þessa hryðjuverkamennarna á öllu þessu svæði, þá ertu rauninni búin að réttlæta viðveru herliðs þarna næstu áratugina því þú getur alltaf sagt að það séu hryðjuverkamennarna sem þið þurfið að uppræta og þá ertu þarna með heimsvalda stefnuna in full force en þú þarft að hafa réttlætingu svo fólk sé að kaupa þetta en maður sér á síðustu árum að það er alltaf færri og færri sem er að kaupa þetta og það eru fleiri farnir átt að sagði þetta er nú svolítið skrítið, þið eru alltaf þarna þið náðu aldrei að uppræta þessi samtök. Mér finnst líka alveg merkilegt hvað, þú veist, eins og Namibíu skandallinn var bara svona fljótur þaggaði niður og bara hvarf mjög fljótur umræðinni. Þetta er auðvitað grafalvarlegt mál að við séum að níðast á þessum ríkjum, skilur við. Alveg, og þegar að Bjarni Benediktsson var einmitt spurður út í þetta var komið út Samherja að þá kom hann með bara svona klassíska neokolóníska orðræðu og fréttamaðurinn hann var að spyrja hann hvað hann þætti um þetta og hann sagði já, það er alltaf svo mikil spilling þarna í Afríku, það er svo mikil spilling þarna í Afríku. Út af hverju er það? Út af hverju er það, einmitt. Þeir eru nú komið lengra en við í rannsóknum á málinu og eru með svona einn spillingu á lögreglu, þannig að það er eiginlega öfugt, Bjarni. En varandi Þorgeiri Katrínu hvað haldið þið hafi breyst af því að rétt fyrir kosningar sagði hann þetta er þjóðamorð, það er hreinar línur þetta er þjóðamorð svo kemur hann í kryddsíldinu og segir já þetta er náttúrulega laga túlkunar atriði sko. Er það Bandaríkin sem hafa svona sterk ítök að þeir eru basically heiglar stjórnmálamenn okkar sem þori ekki að fara eða hafa þessa skoðun og eru bara að tala Ég ætla að segja bara út í að Jón Gunnar hann þegar var eitthvað skemmtið þáttur með þetta og voru með eitthvað svona spjöld það var hann svona ekki, hann var sammála en ekki mjög sammála skilur við en og djókar eða ég veit ekki hvort það var djók út í að það var þvílíkt taktlaust hann segir eitthvað svona já ég tel það mjög líklegt að það sé verið að fremja þjóðarmorðana en þetta svar pínu líka segir mér að mögulega eru mjög skiptar skoðanir þetta innan Viðreisnar. Mér finnst allavega mjög ískikilegt hvað línunar sem hún tekur sko. Þú veist, hún heldur því fram að í kryddsíldinni að orsök átakana væru að Íran sé að styðja hryðjuverk á svæðinu og hún er að enduróma þær línur. Nefndi líka kryddsíldinni eitthvað flagga 7. október eins og hvað dóu margir í 7. október með að við það sem eru búin að deyja í Gaza síðan. Hvað var það, eitthvað 1200 manns og seinna kom í ljós þetta að Ísraels her sjálfur bara ábyrgði á næstu í helming döðsfallaðana því að þeir eru með Hannibal Directive, googleða ef þið trúið okkur ekki, en þeir gefa sér heimildir til þess að myrða sína eigin borgara og hermenn frekar en að leyfa palestínumönnum og her þeirra að taka að gísla sko. Þannig að þeir bara skjóta bara allt sem hreyfist.
En svo einmitt þeir lígi alltaf haldið fram hópnauðganir og þess aftar að Hamas hafi fram hópnauðganir, það engar sannanir sem liggja fyrir það. Það var ekki mikið talað það. Og það var maður, ég held að það er Birgir Þórarinsson sem var í Miðflokknum, fór yfir í Sjálfstæðisflokkin, hann kom úr einhverju sendiferð og kom tilbaka og sagðist vera að færa okkur hryllileg tíðindi. Það hafi verið börn hafi verið tekin og sett í ofna 7. október og fólk eins og Inga Sæland tók undir en hryllir þetta nú meiri viðbjóðurinn síðan alltaf kemur í ljós að þetta var að hlýja en það var ekkert af þessu fólki beðist afsökunar það var engin fjölmiðl komið upp að þeim og spurt ekki Rúf heldur, Rúf setti þetta í kvöldfréttir og ég verið að segja það og málið með þetta hvar eiga Hamasliðar að hafa allt inni bara fundið líkbrennslu ofna til þess að brenna börn inni þeim er að tala venjulega ofna en það engin að heldur beðist afsökunar engin fjölmiðl heldur komið og spurtu hvernig stendur það að þið luguð af því að það svo oft sem að fjölmiðlar hundelta fólk bara til dæmis Eflingu og Sólveig eru alltaf bara minnstu rangfærslur eða mismæli það er alveg hundelt býta af hvernig að segja þetta en svo þegar kemur einhverju svona bara einhverju ógeðislegum þá þetta gerist ekki bara eitthvað svona Ísrael, það er eina eins og alltaf sú sín einhvern veginn að Ísrael sé eitthvað gott ríki eina lýðræðisríki en samt er þetta bara landtökuríki sem að fremur þjóðamorð og heldur Palestínumönnum bara fangum og er að pynta og nauðga þeim og drepa þeim. Og eitt varandi þessar ásakanir hópnauðgun, það var bara einstaklega ógeðslegt að IOF, Ísraelski herinn, setti á Twitter, IDF heita en þeir héldu því fram að Hamas hafi framið hópnauðganir og sýndu einhverjar myndir af konum sem hefði verið búið að misþyrma. Og blaðamenn tók þetta saman Ben Norton og fleiri að þetta voru myndir af hópnauðgunum í Sýrlandi í borgarastyrjöldinni af fylkingum sem voru líklega að fá vopn frá Bandaríkjamönnum og Ísraelsmenn voru líka að styðja þessa uppreisna seggi í Sýrlandi á þessum tíma þannig að þeir notu myndir af hópnauðgunum sem þeir báru að vissu leyti ábyrgð á með því að valdefla þetta lið inn í Sýrlandi og héldu því fram að það var Hamas. Þetta er síðleysið sem er þarna en nú fyrir að fara að ljúka þessu en talandi með Handmaid's Tale og langaði okkur að sína henni eitt mynd nummer 13 að henni er húsfreyjan svo kölluð húsfrúin hún svarar hérna mér og segir að löglega skilnað, barnamorð, ónáttúru og reka konur út af heimilinu þar sem þær eru hamingjusamar er ekki framför og þetta er húsfrúin sem eru einhver augljóslega gaur að ljúga að hann sé eitthvað try the wife. Já, svo er annar íhaldsmaður myndnúmer 15 sem er nú reyndar líka starfsmaður broadcastsins Nordic Masculinity heitir hann á Twitter. Þetta er einmitt ég að svara umræðan var þessi gang rapes og ég var að segja að kerfið hér væri ekkert upp á fyrirmyndar heldur og hann þykist allt í einu að vera eitthvað fyrir bættari kerfið þar og ég bendi bara á að Frosti Logason, hann var sakaður að dreifa nektarmyndum af fyrirvunandi í tölvupósi og ég stendu auðvitað með þolendum en hann svarar er samstarfsaðili manns sem að reyfst við fyrrverandi kærisuna sína sem fór í orgið með vinum hans og mjög ánægður með það, hann er mjög ánægður að starfa undir manni sem var sakaður þetta. Já, og þessum mönnum er orðið mjög andum það að taka kynferðisafbrotum akkurat núna. Þessi gaur einmitt, hann er bara, hann er þáttasjónandi á broadcast og er einmitt, hann er alltaf bara orðin eitthvað svona superfan af mér ef ég tekið eftir og því hann followaði mig og hann kommentar allt sem ég skrifa og ég bara takk fyrir að sína mig svona mikinn stuðning út í að ég er ekki að grínast. Það kom eitthvað svona postur á Twitter hjá mér sem var bara eitthvað 15,5 milljón ekki milljón, það hefði 15,5 þúsund views eða eitthvað svona, það var þvílík uppgróf í hverju voru að fylgjast með mér sem er líka allir þessir nazi aðgangar og ég held að mesta sem er að koma inn er frá honum einmitt, þannig að Nordic Masculinity eða Jón Þormar held ég hann heiti. Já, mikið þessi tengt er einmitt masculinity eða karlmennska. Hvað er það? Hvað er Nordic Masculinity? Þú komst með mjög gott tweet og það er mynd nummer 16 þannig að þú varst einmitt að tala svona
karlmennsku. Þú segir hérna á Twitter: skaðlegar karlmennsku ímyndir eru ekki hollar fyrir unga drengi, þá ekki að vera að ljúga þeim svona að alvöru karlmennska sé ekki til lengur út af wokeness eða öðrum samsæriskenningum hægrimanna. Drengir sem hlusta á svona rugl verða meira isolated og jafnvel hættulegir öðrum. Svo koma þarna nokkrir sem að hafa verið Ég var ekki búin að taka eftir þessum taka undir mjög fasískum áráðum þarna og spyrja hvað hollt fyrir unga drengi, hvað eru óskaðlegar karlmennsku ímyndir og svo framvegis. Gera mikið nokkuð á þessu. Já, þeir eru kannski þessir ungu drengir sem að einhvern veginn eru hræddir og isolated og eru skaðlegir bara, þetta er skaðleg karlmennska að mínum mati, toxic masculinity og og ég meina þetta hljóma mjög svona, okkur gerir ekki eitthvað næs, hringir í mömmuna og býður henni í te eða kaffi eða whatever, skilur við. Gerði eitthvað annað en að hanga á netinu og þá ertu beta kökk eða þú gerir. Já, bara eitthvað, getið ekki bara hvað varðið alvöru mennsku, skilur við. Og það alvöru karlmennska fyrir mér, ekki eitthvað Nordic masculinity. Aragorn í Lord of the Rings. Hann besta dæmi. Hann mjög gott dæmi svona wholesome karlmennsku. Bara svona hjálpar öðrum, góður, bara engin stælar, engin minnumáttakjönd, bara, mér samt bara, ég veit ekki, má ekki bara fólk tjá sig eins og það skilur, ég veit ekki alveg með þessi hugtök líka oft, en bara tungumáli flækir oft hlutina líka oft, en maður bara einhvern veginn að tjá sig eins og maður sko, ég veit ekki alveg. Íslenskan líka bara svo fleigbett tungumál að sum orð bara særa óviljandi jafnvel, þó maður, ég bara að útfæra þetta, ef maður segir skaðleg karlmennska, þá það þessi þýðing af toxic masculinity sem var upprunalega, by the way, upphaflega toxic masculinity var gegn mönnum sem voru feministir, þetta var búið til af hægri mönnum í rauninni til þess að níðast á þeim sem að, karlmönnum sem sögðust feministar. Stóðu með konum. Stóðu með konum. Svo búið að svissast yfir núna og einhvern veginn eru þessir ég ekki í einhverju tippakemni við ykkur, ég nenni því ekki þetta bara fárlegt. En þetta mjög sorglegt fyrst og fremst, mikið af þessum strákum eru, það greinilega eitthvað svona erfitt, skilur við. Og þetta klálega og ég bara vona að þeir geti talað um sálfræðinga eða eitthvað ef þetta eina sem þið fá ánægju út úr í lífinu að miðla hatri á samfélagsmiðlum að bara ég vona innilega að ég leiti ykkur hjálpar. Og við sjáum þarna svona lokum að reyndar eitt annað sem við ætlum að skoða aðeins að við sjáum rannsóknir hafa sýnt fram á í Vesturlöndum og í Suður-Kóreu og Japan og svona að ungt fólk, ungi karlmenn eru að verða mun íhaldsamari, mun hægrisinnaðri á meðan að konur eru að verða mun félagshygnari, mun vinstrisinnaðri. Það er eitthvað að vandamál hana og einhvern veginn öfgahægrið að ná til einhverja hópa af ungum karlmennum sem eru einhverja hluta vegna svona milli skips og brúar einhvern veginn að falla framhjá og leiðast þangað. Þú veist, hvað getum við eitthvað gert? Hvernig getum við náð til þessara stráka? Það meira þess að til dæmi þetta þessi fake media það sem það actually til bara svona AI generated YouTube channels sem að bara bá svona einhverja vitleysu eins og þetta með carnivore dietinn og ivermectin og allt þetta sama með COVID-bóluefnin það enginn að skikka ykkur til að taka bóluefni en okkur að berjast gegn því að fólk fái samt bóluefni ég meina það ekki frekar fyrir lyfjafyrirtækin það bara svona margt af svona fjölmiðla óreiðu sem búin að myndast og að hafa áhrif á ungu strákana okkar og sem ég finnst bara alveg með að fara að tala meira opinskátt og kannski bara eiga samtali líka við þá sem að halda þessum kenningum á lofti. Og ég ætla að halla smá að því að þetta tengist líka svona bæði aukinni einstaklingshyggju, auknum svona kulda, aukni alienation, tengslarrof svona. Tengslarrof og þú veist fyrirmyndinar sem við fáum þú veist ykkur Hollywood stjörnur og rosa kallar sko, þú veist og eitthvað svona þá kannski líði strákum eins og þeir þurfa að verða ykkur í rosa eitthvað kalla sko eins og bara manna siðir gils. Já, ég meina að þetta er eitthvað sem búið að vera í gangi í alveg heilengi hérna, akkur er
ég skil ekki þennan kúltúr, þú veist, ég skil ekki þennan kúltúr sem að finnst eitthvað fyndið að þú veist, tala konur á niðrandi hátt og ég fatt ekki alveg hvað er karlmennskulegt. Ég held bara að ungu karlmennum sé veitt, sko þetta er eiginlega eina svæðið sem er verið að hlusta á unga karlmenn í dag. Það er verið að segja ykkar öll fær að heyrast hérna og við getum svona bondað yfir ykkur svona húmor, skilur. Oft er þetta kannski ekki skoðanir þeirra því að þegar oft gerist að menn þeir eignast konu eða maka, sko, og þá þroskast þeir upp úr þessu að þeir fatta betur, já, ok, heimurinn er kannski ekki alveg eins og ég held að hann væri, sko. En ég held að þetta líka klárlega vera hlutverk eins og okkar sósíalista að nálgast unga karlmenn miklu betur og ekki afskrifa það bara strax að þeir eru með einhverjar bara ljótar athugasemdir konur eða eitthvað svoleiðis að þeir eru ungir og kjánar og allt það að vera ekki bara, þú ert fáiði og þá bara tekur bara unga hærið á mótið já, þú ert hérna, mátt þú vera, vinur. Við erum bara að taka vel á mótið, bjóða velkomin í hreyfinguna og bara hlusta á það og hvað þeir að pæla, hvað, þú veist hvað er áhyggjur af, við þurfum líka bara að kenna, þú veist, ungu karlmennum með þeir með að tjá tilfinningar sínar. Það er, þú veist, mér varst það mjög rétt þegar ég var unglingur, það er ekki fyrir en að ég var fullorðinn og það kannski gerist líka oft þegar menn þroskast, það er fara þangað, sko. En ég held bara við, þú veist, það er kannski hugmynd bara við sósíalistar sem kannski með kallakvöld eða eitthvað. Já, það er slæm hugmynd. Ég held kannski að einn verstu mistökin sem við gerum kannski stundum og þeir sem eru vinstra megin og meira feminísk og svona er að þegar ungi strákar eru að reyna að tjá tilfinningarna sínar og það kemur kannski út frekar asnalega eða það sýnir ákveðna svona fordóma eitthvað þá kannski hættir okkur til þess að svona rópa þá niður þegar þeir eru að reyna að opna sig svolítið að vera svona að segja frá tilfinningunum sínum sem eru með kannski svolítið skrýtnar skilur en svo er margt skiljanlegt líka kannski á bakvið en við þurfum svolítið að hafa með svona ákveðna þolinmæði fyrir slíku þó að séu þetta skýra línur, þú veist, þegar menn fara við strikið það er bara að fara yfir ákveðna siðferðiskennd og líka bara tala það, hvað er siðferði og hvað er gott siðferði og að sko mér finnst ekki vandamálið þessir ungu menn sem eru isolated og kaupa þessar hugmyndir í rauninni frá í rauninni sökudólgunum sem eru þeir sem að dreifa þessum upplýsingum til þeirra og vilja að einhvern veginn heimsýnin hjá ungum drengjum sé svona. Þetta er náttúrulega bara galið. Andrew Tate, þetta er náttúrulega bara ofbeldi í rauninni gagnvart bara ungu karlmennum að vera að gera þetta svona. Þetta er eins og sért bara þú ert maður sem er kannski elst upp á íslæm aðstæðum svo kemur einhver svona maðurinn í lífið sem er að segja skilur þetta er þeim að kenna og alltaf að hvísla svona yfir á manni þú veist og svo ertu bara rugglaður þetta er rauninni bara ofbeldi sko það sem Musk og svona milljarðarmæringar er að gera í rauninni sko. Svo er líka þessi spiritual fascismi oft sem að liggur undir sem er að þetta sé eitthvað sem er andlegt sem er absúrd en hvað er andlegt við það að útiloka ákveðna hópa eða segja, þið eru ekki velkomnir í okkar andlega samfélag ég teki eftir þessu bara hjá venjulegu fólki að það er mjög easy að taka hugmyndir sem að eru stílaðar sem eitthvað andlegar og góðar fyrir þig þú sér bara milljón influencera á YouTube vera að segja hei, þú þarf ekki sálfræðing maður, farið bara í ræktina eða eitthvað skilur þetta er ekki við verðum að taka móti sterkum karlmönnum sem eru tilbúinir til að vera ekta karlmenn skilur við. Já, líka bara pláss fyrir hvaða típur af karlmennum sem er sko. Við viljum alveg fá bara einhverja tölum saman skilur við. Það er eina sem að virkar, ekki að vera í þessari tippakemna netinu og bara leiðendum skilur við. Já, bara ég held að það er lághaður hugmynd á svona kallakvöldi og sósíalistum sko, kannski að það er mjög góð hugmynd, fjalla aðeins þetta hugmyndir karlmennsku og svona og hittast og gera hluti saman en þú veist, það er kannski bara geggjað hugmyndir. Og ég tek undir að það hefur nú aðeins verið skrifað það og gert svona myndbönd og eitthvað að Aragorn úr Hringadróttin sögu sé bara mjög svona góð fyrirmynd karlmennsku því að hann er með svona tilgang og hann setur þarfir annara mjög ofarlega og hugsar það sem að þarf að gera, þú veist hann kemur ekki beint inn í Gondor þegar hann getur og segir ég er kóngurinn, þú veist, nei, hann þarf að einbeita á að það þarf að sigra myrkra drottinn, skilurðu, þannig að það er það sem að
þar sem við erum og svo framvegis og hann er svona blíður og mjúkur Já. og þetta er oft mjög slæmt við karlmennskuna að karlmenn geti ekki verið blíðir og mjúkir og þá ert þú sagður vera kvenlegur karlmaður eða eitthvað slíkt en það er bara ekki rétt bara, þú veist, við erum hver við erum skilur og við, mannfólk almennt hefur mikla tilhneigingu til samkenndar og kærleiks og þá þarf ekki endilega að vera að bendla það við ykkur kyn. Svo er alveg til líka karlmenn og kvenmenn sem eru mjög róttæk og bara til í sögunni bara sem að, þú veist, ég meina það er til frábæri karlmenn í sögunni skilur sem er ekkert verið að fræðum út af því að, þú veist, einhvern veginn er einhver gæi í Hollywood eitthvað merkilegri skilur, þú veist, eins og þú veist, Hollywood hafi gert fullt fyrir fólk eða eitthvað, þú veist. Dwayne Johnson, það er ekki raunhaf ímynd fyrir unga stráka. Þú veist, og eða þú veist, ég til dæmis fylgir svo mikið með wrestling og þú veist, það er til dæmis alveg bara þegar þú sér þann heim það er bara, já, ok, þetta er ástæðan að Donald Trump var forseti, að hann er showman, hann er WWE Hall of Famer og gæðin sem átti það fyrirtæki, Vince McMahon, var bara, þú veist, bara skrimsli, skiljir, það bara komin þvílíkir skandalar með hann, til dæmis, þú veist, það er alveg, og inn í þessum bransa eru samt menn sem hafa talað gegn þessu ofbeldi í rauninni sem hefur verið og líka konur og ég meina konur þurftu rosalega mikið að hafa fyrir að vera bara túlkaðar bara góðir wrestlerar í þessu og því að Vince McMahon var alltaf með þetta þú veist, það er bara svo fyndið að sjá þú veist, að þú getur fundið geggja macho karlmenn skilur við allstaðar sem eru góða fyrirmyndir sem eru ekki að láta þið óttast eitthvað eða þú veist, óttast aðra karlmenn eða óttast konur eða þú veist það er alveg til karakterar og bara mannfólk sem þú veist, það vill alveg hluti, það er ekki að berjast gegn einhverju utanaðkomandi ógn og alltaf ógninu við karlmennskuna lifir alveg nema bara þú ert að leita að henni á réttum stöðum sko. Já, hún er kannski ekki alltaf á forsíðanum með Sósíalísk karlmennsku Já, eða bara þú veist, alveg víð með þess að renglífi hana undir þú veist, bara að vera þú veist, sína bara herramennsku, skilur við, það er karlmennsku, skilur við. Byrja með þáttinn sósíalísk karlmennsku. Helviti gott. Heyrðu, mér langar að nefna þess að við hættum að ef þið eru með hlustendur, einhverjar ábendingar, einhverjar spurningar, einhverjar pælingar eða ef þið kannski viljið koma í þátt og hjálpa okkur að vera með þátt, þetta er þáttur ungra sósíalista og félagsfólk er hvatt og velkomið til að koma á annarkvort vera með þátt eða vera með í þætti og þið getið sendt okkur línu á reikninga ungra sósíalista og bara spurst fyrir það er mjög velkomið. Tökum mjög vel í það. Já, alveg rosalega. En áður hættum þá vildum við gera smá svona name and shame að benda á það að það voru nasistar á Íslandi. Já, sko kannski setja bara myndirnar upp. Já, hérna setjum fyrst hérna Björn Sveinn Nei, þetta er Ragnar Kofoed Hansen. Hann var skipaður af forsætisráðherra Sjálfstæðisflokksins sem að menn tölu að studdi arbeiðarstefnu og ég meina hann sendi gyðinga á landi. Hvenær var hann varðstjóri? Eða var hann varðstjóri, segir þú? Já, hann var settur yfir njósnadeild, útlendingaeftirlit lögreglunnar sem var samt njósnadeild lögreglunnar. Já, helt útlendingaeftirlitið, já. Já, og hann var í nasistaflokknum, íslenska nasistaflokknum og hann var skipaður af Hermann Jónasinni. Ég veit ekki hvort hann sé næstur. Við erum að mynda honum líka, Hermann Jónasson. Já, og Hermann Jónasson einmitt er örugglega einn hægri sinnaðasti forsætisráðherra sem við höfum verið með og talaði einmitt að hann hafi stutt arbeiðarstefnu og hann sendi gyðinga á landi. Stutt hvað, segirðu? Arbeiðarstefnu og hann sendi gyðinga á landi. Hvað segirðu? Eugenics. Já, eugenics. Já. Okay. Og hann sendi gyðinga sem voru flóttamennina frá nasismannum úr landi. Og þetta er svona saga sem er ekkert voðalega mikið talað í samhengi við, þetta er svona falin saga út af því að þarna til dæmis líka gaur sem hét Björn Sveinn Björnssonar eða Björn Sveinn Björnsson sem er sonur fyrsta forseta lýðveldisins og hann var bara SS officer, hann var bara gekk í SS-sveitir og og myndaði hann í búningum. Var það Íslendingur sem var í fangabúðum í honum? Já. Alveg rétt. Já, það var svaka saga. Já, og hann flutti þjóðinnes áróður til Íslands í útvarpaði honum og
Og sko, hann átti einhvern þátt í einhverju svona yfirtöku á einhvern svæðum í Danmörku. Danski konungurinn vildi að það yrði, hann myndi sæta dómstóla, eða þú veist, það myndi Sóttu til saka fyrir sóttu til saka, en Sveinn Björnsson, faðir hans, hann sem sagt fer til Danmörkur og hann og konungurinn eitthvað prívat samtal og þeir talast aldrei aftur saman en Sveinn Björnsson, hann kom hingað bara og var held ég bara að vinna sem þú veist, í bifvéla viðgerð eða eitthvað, skilur ég, bara eitthvað svona og þetta var bara þaggað niður. Var hann fangavörður í fangabúðum þó? Já, veist, hann var SS officer. Og það var Íslendingur sem endaði í fangabúðunum hjá honum og hann var að misþyrma þessum Íslendingi. Já, hann var eitthvað að vinna hann alltaf. Svo fer þessi Íslendingur heim og hann hvað heitir þessu bókin eftir þann Íslending? Það stólið mér, það bók sem þetta mál. Það Íslendingur sem kemur heim og hann mætir þessu manni út á götu, skilur, pintaranum sínum, skilur, og hann ég veit ekki hvort ég held að sko hann hafi alltaf vita af honum og hann gerði ekki neitt, þú veist, með að hann á að vera Ísland fyrir Íslandíka, eitthvað svona bull, sko. Já, einmitt. Og það var alveg mikið en þetta eru svona kannski höfuðpörarnir en það var alveg svona grassroot eða þannig af nasistum á Íslandi. Sem að gekk náttúrulega inn í Sjálfstæðisflokkinn þegar aðalega Sjálfstæðisflokkinn, einhverjir í Framsókn. Og þetta líka vísir að því eins og við ræddum aðeins áðan að þú veist það ekki nógu mikið talað það hvernig auðstéttin í Vesturlöndum studdi fasistana til valda og mikið af bara svona evrópskri aristokrasi og yfirstétt var bara rosalega hrifið af hugmyndunum nasisma, þessu kremjum verkalýðshreyfingarnar, stórlækkum skatta á hinn ofurríku og setjum byrðarnar yfir á líka hugmyndafræðina því hún svo sameinandi, hún svo primal, hún það túna svo mikið inn í tilfinningarnar af fólki og bara við erum saman gegn óvininum, þá búið að skilgreina óvin. Hugtakið stétt með stétt, stétt með stétt, þetta kemur frá fasistum sko. Mussolini byrjaði þetta fyrst. Var síðan slagur þjá Sjálfstæðisflokknum og hefur stundum verið, þeir hafa ennþá talað stundum þannig sko. Guðlaugur Þór sagði þetta fyrir nokkrum árum. Mér finnst alltaf geggjað sko að Sjálfstæðisflokkurinn með í valöll svona fálka, skilur þegar þú kemur inn. Ræðupúlt eins og vísindakirkjun sko, 20 tonna ræðupúlt þetta eru gulli sko. Og þetta nefnilega málið mitt, sko, þeir segja stétt með stétt en nazistanir tóku forsprakka á aðal skipuleggjendur verkalýðshreyfingarinnar þar og drápu þá og bjuggu til eitt risastórt svona nasískt verkalýðsfélag sem var ekkert raunverulega, það var bara svona gerfi stéttafélag, þú veist, og laun fólks voru minnkuð og dregið úr félagsþjónustu og svo framvegis og við sósíalistar og kommunistar við áttum okkur á að það er stétt gegn stétt, það er stéttastríð í gangi. Hvort sem að sko milli og lágstéttunum líkar það betur eða verð, að þá er yfirstéttin í bara hagsmunabaráttu við okkur. Þannig að það er bara eins gott að við verðum meðvituð það og skipulögum okkur saman til þess að beita okkur fyrir okkar hagsmunum. Þau munu grafa undan okkar hagsmunum og eru á fullu að reyna það. Mér langar svo að bæta við þetta að þú veist, þessi hugmyndum eitthvað Nordic masculinity, þetta kemur frá meira þess að nasistunum, þú veist, út af upprunalega áróðurinn þú veist, aría áróðurinn og allt þetta var mjög mikið notað til þess að ná til Norðurlandana og ná til, þú veist, og þar þú veist, ljósarðir, verkamenn, eða, þú veist, þetta var alveg þvílík áráðustækni sem að fór í gang og við erum að upplifa svipa núna með áráður og annað, og svo bara, þú veist, verið gagnrýnin á, þú veist, það sem verið að mata okkur af, skilur ég, þú veist, við erum, þú veist, við þurfum ekki að bara vera gagnrýnin, þú veist, það er eina sem að bara vantar smá gagnrýna hugsun í samfélagi finnst mér. Sérstaklega þegar að núna einmitt á X og fleiri samfélagsmiðlum og núna alltaf Mark Zuckerberg að fara að taka í sama strengi og Musk á Facebook þegar þeir eru aktíft að reyna að fokka í okkur og ruggla í okkur og eins og nazistandir einmitt að taka upp orðræðu sósíalista að vissu leyti, þú veist, National Socialist Arbeiderparty, þú veist, segjast fyrir verkamannaflokkurinn er það ekkert og tóku upp og það alþjóðhreyfingar í Evrópu höfðu verið að skipuleggja menningar hús höfðu verið að skipuleggja íþróttarhreyfingar og þess áttar heilbrigt lífverðni og þess áttar og þú veist við ímynd nasista oft eru, þú veist við sjáum einhverja unga drengi vel greiddir og eru að stunda einhverjar íþróttir og svona og við tengjum þetta mjög við nasismann sko en í raun þá sko félagshreyfingar, alþýðuhreyfingar höfðu verið að stuðla heilbrigðu lífverðni að íþróttum og þess áttar voru stóra svona íþróttarhreyfingar og í raun taka nasistanir þetta fastanir og stela því og skemma ímyndina. Mussolini hann fattaði það að fótbolti væri eitt
besta tól til að dreifa sínum fasisma. Þú getur séð myndir í alvörinni af, ef þú leita bara Mussolini, Italian, World Cup, þú veist, hann að halda bygganum með þeim, skilur, hann hana, skilur, og þeir voru að nota þetta einmitt. Og svo kemur, þú veist, Hitler með sitt dæmi með ólympíuleikana og svartur maður sem að, þú veist, já, eða dökkur maður, já, þú veist, sem að vinnur það dæmi. Rosalega, takk kærlega fyrir spjallið, strákar. Takk fyrir. Og munum það, núna bara stórsókn í gangi hjá heimskapitalinu, við getum sagt auðstéttin í heiminum, bæði hér heima að vissuleyti og sérstaklega út í Bandaríkjunum og víðar. Við þurfum að vera mjög gagnrýnin á það sem við erum að lesa, það mikil upplýsingaóreiða, það verið að reyna að afvegaleiða okkur og láta okkur hata fólk í viðkvæmri stöðu, flóttafólk og þess aftar á meðan að Vesturlönd fremja þjóðamorð fyrir opnum tjöldum. Skal líka lofa að næstverða öryrkjanir þegar það búið að... Það ástæða fyrir hvað heitið þarna First they came for the, var það ekki Socialists og síðan fara alltaf neðar og neðar stiga, þannig að þetta ekkert búið þeir taka heilsendu, það bara næstu hópur. Og það sem oft sagt einmitt, við erum öll Palestínufólk, þú veist að það sem við sjáum gera við aðra eitthvað sem geti verið gert við okkur, þetta sýnir fram á síðleysi valdastéttarinnar. Munum það, kæru hlustundur, stétt gegn stétt, það bara þannig hvort sem okkur líkar það betur að verð. Og já, endum þessa heimsvalda stefnu með samstöðu. Heyrir.